líka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Það eru farin gestir okkar sem að voru að tala vinstri, þannig að við veitum kannski að tala að hægrið, Sigurjón? Já, þetta náttúrulega, þetta er svolítið kaust hjá Sjálfstæðisflokknum að tilkynna eitthvað fund á þess að gefa nokkuð út hvað það væri, heldur bara eitthvað svona... Breytt ásýnd? Já, breytt ásýnd, en ekkert málefnilega annað en þetta. Og svo ég var nú að horfa á þetta á Vísi sem var með þetta í beinni útsendingu og þarna stóð fólk, það voru einhver stólar, bara eins og balli. Það er líklega verið hugmyndin að væri svona stuðningur úr salnum svona svolítið áberandi. Það hlýtur einhver að hafa verið að svona stýra klappinu og... Já, ég mér fannst þetta bæði það að það er eitthvað 12-13 mínútur yfir settan tíma sem Þórdís Kolbrún kom og var með svona kynningaræðu og sagði þar að Guðrún væri góð manneskja og vinkona sín og það allt saman. En svo kemur Guðrún og þá er náttúrulega komna kannski 20 mínútur yfir 4 og hún byrjar að tala og þá var hún að bera upp á Samfylkinguna að vera svona frasaflokkur. En samt talaði hún svolítið í frösum sjálf þegar hún var að tala þetta. Svona ódýrir liðinni var svona eins og útsölu bara. Og Hæstu því varist vinstri slísin eða eitthvað svona gamli frasar. Já, nánast og svo bara ætlar hann að sækja stefnuna bara langt aftur í fortíð Já, það ætlaði Kristrún líka að gera, hún ætlaði að finna ræturnar, kannski ætlaði Guðrún að finna ræturnar. Já, það hljóta að vera til einhverjar betri eða yngri rætur, þetta er náttúrulega allt annað þjóðfélag heldur en það var fyrir kannski 60-70 árum, það er bara reynt þetta líka því saman. Ég þannig að vera að vísa í þetta og vísa í sjálfstæðisstefnuna. Ég nú stundum vera að auglýsa eftir því hvað getur maður lesið. Þetta er frasi. Þetta er eitt frasinn. Þú finnur hann ekki. Ferðu pröfa að fara inn á xd.is og reyna að finna sjálfstæðisstefnuna. Ég búin að því. Hún er ekki til. Hún er bara svona hugtak eitthvað. Og þetta er líka stétt með stétt og eitthvað svona. Þetta er bara... Það verið að vísa í söguna og segjum að kannski ef að Bjarni væri formaður. Það kæmi ykkur fram og var að vísa til Sjálfstæðisflokks Bjarna Benediktssonar eldri. Þá var í því ákveðið merki sem að var á þeim tíma að þá var flokkurinn meiri fjöldahreyfing. Hann átti svona dýpri rætur til svona venjulegs fólks og launafólks. Á meðan á tímabili Davíðs Oddssonar og svo yfir í Bjarna Ben. Þá hefur flokkurinn orðið svona frekar flokkur Samtaka atvinnulífsins og viðskiptaráðs. Þannig að í því samhengi þá hefur þessi tilvísun yfir í Óla Thors og Bjarna Ben hljóma þannig væri bara eins og Ragnar Önundarson eða eitthvað að vera að tala. Það var bara að segja það líka. Nei, hún var nefnilega svo hlustaði með þar. Það sem hún nefndi var ekkert af þessu Hún var ekki að vísa til þess að flokkurinn yrði að vera breiðari, hann yrði að hafa rætur til venjulegs launafólks, finna til með fólki sem væri í erfiðri lífsbaráttu. Nú mannst þú sögun ekki alveg nógu vel, Smári. Það er á þessum tíma þá... Ég er ekki að segja hafi verið svo. Hundeltu vinstri sinna fólk og komið vekk fyrir fram að þess. Ég man það alveg, ég hef bara vísað til þess að ef þessi ræða verið flutt fyrir 5 árum, þá hefði það verið merkingarnar. Ég er ekki að segja að Sjálfstæðisflokkur Bjarna Benediktssonar eldri hafi verið góður flokkur, ég er alls ekki að segja það. En þeir sem er að tala þessum góði gamli Sjálfstæðisflokkurinn, þeir eru að vísa til þessa tímabils. Og það eru svona nokkrir eldri kallarendar sem er að vísa til þess að verði svona mildari ásjón á flokksins, telja að flokkurinn undir Davíð og Bjarna hafi orðið svona harðari hagsmunagæsla utan hina allra ríkustu. Þetta er svona orðræðan innan úr flokknum. Alveg eins og þegar menn er að vísa til svona sjálfstæðisstefnan og stétt með stétt, þá er þetta oft mjög loðin hugtök og skiptir máli hver er að segja þetta. En það sem hún var að segja og einkum að ég heyrði líka í honum Jens Garðari, varaformanni, að erindi hans var alls ekki í þessum anda sem ég er að lýsa sem að svona fólk sem er að biðja mildari ásjón er að gera alls ekki. Hann var bara að tala að vera á móti öllum skattahækkunum og
og eitthvað svona og bara talaði eins og Bjarni Ben. Já. Þannig að Já. Ykkur þetta vegna var hann kosin bara beint upp í varaformannu, nýkjörinn alþingismaður. já. Þannig að stundum finnst mann eins og Guðrún ætli að fara yfir í svona það sem ég að vísa til sem hefur gagnrýni á formannstíð Bjarna Benediktssonar, að þetta hefði endað bara sem hagsmunagæsla fyrir 14 ríkustu fjölskyldunar. Og að sumileyti Guðlaugur Þór, gagnrýni hans hefur svolítið komið þar. Þegar hann bauð sig fram að þá var hann að tala stétt með stétt og var að vísa inn í þessa orðræðu. Að flokkurinn gæti aftur orðið með tengsl til svona venjulegs fólks. Þegar Guðrún kom hingað, þá var hann að tala svona húsnæðisstefnu sem myndi þjóna venjulegu fólki. Nú var þetta húsnæðisstefnu og þjónar bara einum allra ríkustu sem eiga íbúðunar sem geta blóðmjólkað hina. En það er svona, var ég að bíða eftir að heyra eitthvað sem að vísaði til þess að flokkur ætlaði að vera öðruvísi. Veistu hvað syngur í höfðun á mér á meðan hlustaði? Þá var öldin önnur, Sveinbjörn stökk á stöng. Og þessu taka eitthvað stangastökk til fortíðar og gleyma millikaflón. Ég veit ekki. Nei, það er smári. Það er ekki tækt að Davíðs tíminn og Bjarna Ben yngri tíminn, þú getur ekki bara að láta þess að það hafa aldrei verið til. Nei, þá þyrftir að koma með eitthvað aðra stefnu heldur en var þar. Ég náði henni ekki, sko. Nei, ég heyrði það ekki hjá Guðrúnu og þegar að Jens Garðar kom þá var hann að leggja bara áherslu á bara að það má ekki hækka bara viðskiptaráð. Það má ekki hækka innviðagjaldið og skemmtifferðaskip. Þú veist eins og það sé einhver gjöld á allan almenning og svona einhver slík atriði sem veiðigjöldin og allt þetta. Ég vilja nú meina að koma skemmtifferðaskipa sko muni dragast mjög mikið saman út af þessu gjaldi. En hafnirnar hafa svo sem þurft að kosta hansi miklu til. Já, og vantar pening til þess að við getum ekki verið að borga fyrir innstungu fyrir skemmtifferðaskip. Skemmtifferðaskip þurfa að borga það sjálf. Nú veit ég hvernig það sko, þau eru að borga eitthvað hafnargjöld vantalega, en það er bara kannski ekki bara nóg. Nei, það er ekki nóg. Og það er líka álag eins og ég man það voru svona fréttir fyrir ykkur síðan álagið á sjúkrahús og Ísafirði og fleira þegar skemmtifferðaskipin kæmu. Það þetta nú mikið háaldra fólk sem er á þessu. Og það sé ekki þannig í auglýsingunum að það verið háaldra fólk sem er á þessu skipum. Þannig að það er mikið álag, þannig að það er eðlilegt að þeir sem að noti að þjónustuna og koma hér inn og borga enga skatta og skyldur og það gerir það. Og svo kannski rukkað eitthvað þá fara við frekar til Tromsö eða eitthvað. Og þannig verður það bara vera, það er ekki alltaf að beygja sig undir svona hótanir skemmtifferðaskipana þegar ef þið hækkar þetta þá bara förum við eitthvað annað, bara láta á það að reyna. Eins og Kjartan Sveinsson var að benda á fyrir að það hafi verið eitthvað góða við Mamdani í New York. Hann hafði ekki beygt sig undir hótanir hinna ríku sem voru að hóta alls konar, að flýja borgina og ég veit ekki hvað. Stundum verður bara að láta á það að reyna, það verður að vera eitthvað réttlæti. Það getur ekki byggt okkur undir allum kröfum sem komum utanfrá. Nei, ekki bara kröfu þeirra sem hafa afl til þess að knýja kröfuna fram. Þá endar náttúrulega í frekar ömurlegum heimi. Og skemmtifferðaskip, þetta er betra fyrir hafnarstjórann og þann sem rekur búðurnar í bænum sem allt í einu fá yfir sig guðs af einhverjum, kannski 300 manns og fínt að hafa þetta. En þetta verður samt að vera þannig að við séum ekki með sköttunum okkar að borga innstungurnar fyrir skipin þegar við komum í land. Nei. Þannig eins og við borgum til þess vegina fyrir þungaflutningana, fyrir það sem er að flytja allan eldisfisk að vestan. Að við erum að borga það. Og við erum eftir að borga mikið í viðbót. Þetta er svona pólitísku tíðindin, hún bind öllum kastljósum okkar, það er sér, Guðrún Hafsteinsdóttir, og það bara var lítið sem kom. Það er hættulegt að lofa miklu og get ekki staðið inn. Það setur ekki góðan tón. Hún var eitthvað að færa fálkatekníkuna aftur til 1945, sem er svona merki flokksins. Ég veit ekki hvað. Þó ekki aftur fyrir lýðveldi, það er 1945. Þau komu með púltið sitt, fluttuð á úr Valhöll niður á Grand Hotel eins og þau gera með á Laugardalsvellinum. Það var eitthvað sem lagði til að þessu púlti yrði lagt og ástæðan var sú
Það gert eiginlega fyrir menn sem eru svona nála 2 metrar á hæð. Það Já. með þess að Davíð Oddsson virkaði ekki alveg í Það þessu. sást bara krullur. Það Það lítur að hægt að hafa eitthvað kassa bakvið. Já. Það hægt að gera það. En það var ekkert tíminn á einhverju tímabili. Það var verið að ræða að fella þetta. Meðal annars bara því það eru fleiri konur sem er alltaf ræðu og þær eru svona almennt einhverjum 8-10 cm lægri en kallanir. 8 til 10. Já, ekki 8-10. Já. Tilja Mist til dæmis mjög lágvaxin og fínlega kona. Hún dinglar alveg í þessu púlti. Já. En þá reis upp alveg gríðarlega óánægja í alda. Ég held að það hefði verið einn landsfundur eða hvort það var bara svona flokksráðsfundur þar sem að pontan var ekki. Já, það rétt. Það var alveg gríðarlega reiði. Já. Við viljum fá pontun aftur. Og kannski þetta með að sækja einhvern veginn gamla fólkana, kannski þetta uppáhaldsfólk í flestra sjálfstæðismanna sem eru þá líklega komið svolítið aldur ef þetta verið að sækja þetta til 1940. Já. En sko, hún talaði að hann hlakkaði svo mikið til, eða hún hlakkaði svo mikið til að taka til í ráðhúsinu. Og til að komast þangað, þá þarf bara ýmislegt að breytast. Og þeim er vand á höndum. Hvernig ætlaði að gera þetta? Já, það sem að svona öllu óbreyttu ætti Sjálfstæðisflokkurinn að geta unnið svona sæmilegan sigur í borgarstjórnarkosningum. Og ég byggi það á því að í síðustu kosningum að þá var kosið beint ofan í Íslandsbankaneyslið. Og ég er alveg viss um það að sá skandall hafi slegið svolítið vopnin úr höndunum á frambjóðandu og þau sögðu það á sín tíma að sama hvar maður kemur maður alltaf að ræða Bjarna Benediktsson. Maður getur ekki verið að ræða borgarmál. Þannig að ef sko, stóri flokkurinn skilar ekki einhverjum skandall, þá myndur maður ætla að þau myndu ná einhver svona bata. Gallinn sá að hann verður ekki nema á kostnað Framsóknarflokksins og Miðflokksins líklega, sem eru hinir náttúrlegu samstarfsflokkar Sjálfstæðisflokksins. Þannig að þó svo hann bæti við sig 2 kannski. Miðflokkurinn er ekki með neitt borgarfulltrúa núna. Ekki núna, en þeir mælast yfirleitt með 1 inni. Það eftir að koma í ljós En þeir eru með byr í seglin. Já, í landsmálunum. Það hefur ekki skilað sér alveg inn í enda á eftir að koma andlit á það. Kannski finna þeir eitthvað góðan frambjóðanda. Ég meina Einar Þorsteins kom inn í svona byr sem að Framsóknarflokkurinn hafði og hann var allavega nógu góður frambjóðandi til þess að sá byr hélt áfram inn í borgarstjórn. Kannski finnur Miðflokkurinn eitthvað svoleiðis. Viðreisn líka í ákveðnu byr, búin að vera í byr síðan að kosið var síðast. Þau voru bara með mistu 1 í síðustu borgarstjórnarkosningum, voru með 2. Og hún, hvað heitir hún? Já, hún ætlar ekki að bjóða sig fram. Nei. Og þar verið að tala alls konar, þannig að svona einhverjir frambjóðendur sem einhvern veginn ná allra bestum árangri viðkomandi flokks geta haft áhrif á þetta og ég held að sé alltaf snemmt að fara að spá það verður líka leiðtogakjör í Sjálfstæðisflokknum. Mér finnst flestir svona tala inn á það að Hildur eigi að geta haft þetta en ég ekkert svo viss um það. Nei. Og það líka eftir að koma í ljós hvort að vörður samþykki þetta breytta fyrirkomulag. Það er 2/3 hluta atkvæða til þess að gera það. Og þá tillagan svo að það verði kosið bara leiðtogi og svo raði fulltrúaráð eða ég man ekki hvað það heitir næstu 6 sætum og þá reiknaði maður með að hugmyndi sé svo að það verði gert á í samráði við leiðtogan. Þannig að það komi út úr þessu samheldin hópur. Og Hildur held ég mig að segja fullra, hún verður gestur hjá okkur eftir viku. Já, þá verður kannski komið ljós hvort það verði leiðtogabrúkjur. En Guðrún við höfum oft rætt að hérna. Guðrún náttúrulega alveg í sérstökum vanda með að flokkur sem að missa flugið og erfitt að finna út hvernig hann á að finna sína sjálfsmynd. Vegna þess að öðrum megin ertu með betri valkost fyrir svona íhaldskurvana, þeir geta bara farið í Miðflokkinn og hinum megin kannski svona frjálslyndi hlutin að þeir geta bara farið í Viðreisn og þá hefur verið náttúrulega sömuleyti verið að vísa til þess að flokkurinn sé búinn til úr 2 flokkum sem að voru annars vegar íhaldsflokkurinn og hins vegar frjálslyndir flokkurinn.
En síðan var náttúrulega annar flokkur sem var flokkur þjóðurnissinna sem var svona íslenski nasistaflokkurinn sem að lagði niður starfsemi sína eftir að Bretarnir komu hingað. En sá mannskapur rann allur inn í sjálfstæðisflokkinn. Þannig að hann er eiginlega búinn til úr þessum 3 flokkum. Og miðflokkurinn er náttúrulega þjóðurnirflokkurinn og að sumileyti hefur honum tekist að vera íhaldsflokkurinn. Svo er frjálslynda fólkið, held ég að hafi farið yfir í Viðreisn. Og þá er þetta hvers konar flokkur getur sjálfstæðisflokkur verið til þess að, hvernig getur hann vaxið með þessa 2 flokka í kringu sig? Já, ég veit ekki. Ég væri ekki bjartsýnn ef ég væri þarna innan hús. Já. Þetta er já, og sko, ég held að ekki hjálpar til, sko, að boða til fundar með miklu spenningi og segja ekki neitt, sko. Það er alveg bara, sko, það er afleikur, en ég veit ekki hvert sjálfstæðisflokkurinn á að sækja fylgi sitt. Þetta er, við höfum rætt það, að þegar þú byrjar að falla svona í fylgi, þá er alveg heljarinn að mála stöða þetta er samfylkinguna, það er bara rétt hinginni bara á örfáum atkvæðum. 5,7% ef ég maður rétt. Já. Einn kjördæmakjörinn mann. Og svo fór VG þurrkaðist út. Við lifum náttúrulega, við fórum svolítið að tala um vinstri þarna og þetta er náttúrulega raunveruleiki stjórnmálan í okkar heimsluta. Það á ekki neitt, en núna skýst samfylkinginu upp, en þú veist, í gegnum 2 ár af svona efnaðslegri lægð og eitthvað fleira, þá getur vel verið að bara vera ekkert eftir þessu. Það fylgi farið bara eitthvað allt annað og þú ert að sjá, að því ég var að vitna til Bretlands hérna, þar er umbótaflokkur Nigel Farage með meira fylgi heldur en íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn samanlagt sem að í gegnum söguna hafa verið með svona 85-90% fylgi í Bretlandi. Já, það er á svo sem eftir að reyna á þetta í kosning. Jú, þeir stilla upp og ég held að það er líka við miðflokkinn. Að miðflokkurinn er svona náttúrulega langt þarna, þeir eru með eitthvað 16% í nýjustu könnun Gallup eða ekki. Þeir eru langt frá stöðu Farage. Var ekki 16 komið? Þeir voru með 16 miðflokkurinn, en Farage er að mælast í svona 33% með 2-falt meira fylgi. Og mér fannst það að koma svolítið í ljós að því fyrir ári síðan var miðflokkurinn að mælast svona 16-17% og með meira fylgi heldur í sjálfstæðisflokkurinn, en þegar fóru að líða að kosningum að þá fjaraði svona undan þeim og þeir enduðu þarna eitthvað staðar í undir 14 eða ekki eða neðar og þegar að kemur að kosningu þá hegða fólk sér öðruvísi þegar það svarar endanlega heldur en í könnunum. Og það var eins og að svona uppstillingin hjá þeim og kannski frammistaða Sigmundar Davíðs var ekki þannig að honum tækist að koma með þetta fylgi í mark. Og það held ég að sé eigi eftir að koma í ljós til þess með Nigel Farage að mjög erfitt fyrir hann að stilla upp 650 boðlegum frambjóðendum. Hann býður ekki fram í Norður-Írland og svona, en ég meina það er eitthvað, hann þarf að finna 630 pluss góða frambjóðendur og hann er eiginlega eini málsvarið þessa flokks, sko. Þannig að ég veit ekki það gengur. Herðu, eitthvað meira í pólitíkinni? Þú vilt ekki tala um Framsóknarflokkinn? Nei, það er bara, þar verður bara kosið í febrúar, ekki? Flokksþing í febrúar. Lilja Alfreðsdóttir er svona farin að sýna sér svolítið. Já, hún er ekkert farið lengt með metnað sinn að taka við floknum. Hún er samt ekki gefið það út svona skýrt. En við höfum reynt að bjóða henni hingað, það er ekki tekist. Hún er komið hérna einhvern tímann, sko. Já. Fyrir ekki Lilja. Tók vel til sín svona. Það er svo gerir stundum að þeirra mæta svona kappar að það fara hinir gestinir að spurja einn. Þá er það svona svolítið, ég man eftir því að þeim þætti. Gustar af henni. En við látum þetta gott heita í dag. Takk fyrir samfylgdina og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Minni á að þið hafi byggt upp dreifikerfi bara með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáuð hér og heyrið
og þá finnur fólk okkur á YouTube, á Facebook, við erum í öllum hlaðvarpssveitum, bæði undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu, það má líka sækja þar útvarpssendingar á spilarann, spilari.is er á netinu, svo spilar líka app sem á að hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem eru heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar er við númer 5 á fjarstýringunni. Við erum líka komin í kabelkerfin hérna suður með sjó og kannski ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðunni. Ég held að Vodafone ætti að hugsa það eða Sín, þegar gengur nú ekki allt og vel hjá þeim. En það sem að drífur Samstöðuna helst áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem tilheyrir Samstöðu skiptir máli í samfélaginu og styrkir okkur með áskrift. Þú getur slegist í þann hóp bakhjarla Samstöðurinnar með því að fara inn á samstöð.is, þann hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem er grunnáskriftinn, þú mátt borga meira og vilt, og því sem er kjósið getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. Þetta er orðið gott hjá okkur í bili og okkur bara góðra helga, það sem eftir er af henni, en svo sjáumst við hérna annað kvöld klukkan 8, þá verða sagðar fréttir á Samstöðunni.